Góðan daginn og óskaplega gaman að sjá hvað eru margir mættir. Sæll hjartanlega velkomin og kannski sérstaklega Júha, gestur okkar frá Finnlandi sem okkur hefur lengi dreymt að fá í heimsókningar til Íslands. Ég heiti Heiða Björg Gylfadóttir, formaður velferðarráðs og fór fyrir stýrihóp sem er búinn að vera að móta stefnu í málefnum heimilisleysra og við vorum búin að stilla það svo viðeigandi af að það er borgarafundur núna klukkan 9 þar sem ég er að fara með stefnuna og aðgerðaáætlunina og ákveðnar tillögur fyrir fundinn. Þannig að þess vegna ég kem náða svo seint en þess vegna fengi ég að fara undan okkar góða gesti. Þannig ég þakka bara fyrir það. En það liggur okkur liggur á að koma þess áfram af því að okkur finnst svo margt gott hægt að gera og ég ætla að fá aðeins að renna í gegnum hvað það er sem við erum búin að vera að leggja áherslu á. Við fórum í það að endurskoða stefnu. Það hafa auðvitað verið stefnur. Reykjavíkurborg hefur verið að vinna auðvitað að þessum málaflokki áratugum saman, allavega rúmum 10 árum síðan. Það var byrjað að vinna auðvitað að þessum málaflokki. En þetta er kannski fyrsta stefnan sem að virkilega beinir sjónum að Housing First. Þessi húsnæði fyrst, eins og við tölum á íslensku. Síðasta stefna gerði það ekki, en við sveigðum þó svolítið í þá átt á miðju síðasta kjörtímabili þar sem að við sáum að þörf var fyrir slíka þjónustu. Við byrjum þessa stefnumótun á mjög víðtæku samtali. Við buðum til mjög stórs fundar þar sem við buðum til samtals við okkur alveg öllum sem okkur eiginlega næstum því datt í hug. Við fengum grasrótina, við fengum notendur og þarna var auðvitað fólk úr velferðarráði. Við höfum rætt við fagfólk, við höfum tekið umræður þetta inn í borgarstjórn, við höfum haldið opna fundi þar sem við höfum að koma að og síðast en ekki síst fengum við gerða eiginlega rannsókn þar sem við leitum eftir sjónarmiðum og skoðunum þeirra sem eru notendur þjónustu okkar í dag eða eru að bíða eftir því að fá húsnæði. Þannig að við teljum okkur hafa verið með þeirra rödd alveg þarna inni. Auðvitað gerum við aldrei alveg eins og allir vilja. Það er auðvitað aldrei allir sammála sem betur fer. En þetta þótti okkur mikilvægt og það kom mjög margt gott út úr þessu. Til dæmis það að það er mjög mikilvægt að skilgreina hvaða hóp maður er að tala. Og þess vegna fórum við það fyrst að þýða þessar skilgreiningar. Þetta eru evrópsk flokkun á heimilisleysi. Þannig að við vitum alltaf hvaða hóp við erum að tala um. Það eru margir sem eru vandræðum, líkt eins og ráðherra sagði áðan með að finna sér húsnæði og flytja milli leiguíbúða og annað. En það er kannski ekki hópurinn sem okkar stefna fjallar Hann fjallar þá sem eru heimilislausir með flóknar og miklar þjónustuþarfir og við mætum hinum hópunum í öðrum stefnum og í húsnæðisáætlun og fleiri. Og líka það að við gerum okkur grein fyrir því að þetta er mjög flókin og margþætt þjónusta. Bæði er hún flókin fyrir okkur sem kerfi, af því við þurfum að veita mjög svona þverfaglega þjónustu. En það er líka oft flókin fyrir þann sem er þjónustu þegi eða þess að íbúi og þarf þjónustu og átta sig á hvaða þjónustu þarf ég, hvaða þjónustu vil ég og er ég tilbúin til þess að byggja þjónustu og fleiri slíkt. Og við sáum það sem er forgangsmál. Það er að fólk sofi ekki úti. Það var bara eitthvað sem við viljum á allan hátt koma í veg fyrir að nokkur neyðist til að gera. Með þeirri virðingu fyrir því að einhver kunna að velja það og velja það að búa sér til hús einhvers staðar sjálfur og þá erum við ekki að fara að taka sjálfráð af einum eða neinu. Þannig að leysa húsnæðismálin, bjóða fólki alltaf skjól, heilbrigðismálin, það var eitthvað sem kom mikið frá notendum. Að nálgast heilbrigðisþjónustu fyrir fólk sem er heimilislaust er bara mjög flókið. Að fá einhverja eftirmeðferð, þú ferð í kannski vímuefnameðferð því margir vera að nota vímuefni, alls ekki allir margir og hvað tekur svo við? Hvert á ég að fara? Og þetta auka getu, þjálfa færni og að leysa úr fjárhagsvanda, þú ert oft í alls konar vanda þegar þú ert komin á þennan stað. Það er fjárhagslegum, félagslegum og alls konar. Og þetta allt saman verkefni sem við öll erum að leysa
Við hjá Reykjavíkurborg getum klárlega komið en við treystum mjög mikið á ríkið líka að koma inn með heilbrigðisþjónustuna og fleira og þess vegna fögnum við mjög köllum eftir þessum stýrihóp sem Ásmundur Einar ráðherra skipaði og fögnum við mjög af því að þetta samstarfsverkefni og samstarfsverkefni okkar allra og líka ég sé að hér í margir í salnum sem eru okkar að vinna með þessum málum alltaf, þetta okkar samstarfsverkefni allra þannig að þó við gerum einhverja stefnu þá erum við þetta bara einn hlekkur í stóru gangverki sem þarf að virka þannig við komum í veg fyrir heimilisleysi og styðjum þá sem eru þar. Og við auðvitað setjum okkur leiðarljós eins og maður gerir og þá erum við fyrst og fremst bara að tala virðingu, kærleika og manngæsku. Það bara svolítið ríkt í okkar samfélagi að við berum ekki jafna virðingu fyrir öllum og við þurfum bara að venja ykkur af því. Við þurfum að minnka skaðan, það er mjög auðvelt að valda sér skaða þegar maður í aðstæðum eins og heimilisleysi. Ég tala nú ekki fyrir fólk sem að nota vímuefni, það bara hættulegar aðstæður sem þú ert oft í og það okkar allra að minnka þann skaða og gera það með gagnrýndum aðferðum. Við settum upp framtíðarsýn, frekar einfalda en samt metnaðarfulla og kannski eða kannski ekki. Það alveg spurning hvernig maður spyr, sko. En það í rauninni þetta samráð, að starfsfólki viti hvað að gera, að við séum að vinna í forvörnum og við séum öll í öllum og við getum mætt öllum með þessar sveigjanlegu einstaklingsmiðuðu þjónustu út af því sem að þeir þurfa. Markmiðin, þetta voru, svo ég kannski segi frá því að við vorum auðvitað stór hópur líka sem vorum að vinna þessu og það var í rauninni fyrsta markmiðið alltaf það að enginn neyðist til þess að sofa úti. Við erum að fjölga neyðarrýmum og ég mun renna hratt í gegnum og líka skilja þessa glærur eftir, við erum að fjölga neyðarrýmum í Reykjavík. Það er vegna þess að við höfum verið að mæla fjölda heimilislausra í Reykjavík, við höfum verið eina sveitarfélag sem ég veit til að hafi virkilega gert það og gefið út og rannsakað þennan hóp og við höfum séð að fólk að fjölga og við höfum líka séð að fólk í mismunandi aðstæðum. Þannig við ákváðum að opna nýtt neyðarskýli fyrir unga vímuefnaneytendur þar sem þeir þurfa mjög ólíkan stuðning og ólíka þjónustu með þá sem eldri eru. Hins vegar það ekki í anda Housing First að fjölga neyðarrými og til lengri tíma viljum við ekki hafa mörg neyðarrými. Þannig að við getum líka að segja að við erum að byrja núna, við erum að fjölga neyðarrýmum til þess að enginn neyðist til að sofa úti, en auðvitað til lengri tíma viljum við að fólk þurfi ekki að dvelja lengi í neyðarhúsnæði. Og það bara svolítið mikilvægt. Þetta enginn sem heimilislaus með miklar flóknar þjónustuþarfir útskrifist frá fangelsi úr vímuefnameðferð af sjúkrahúsi á götuna. Þetta svolítið stóra máli og þetta svolítið það sem við þurfum öll að vinna saman. Samstarfi notendur, við kunum efla það og það eru nokkrar aðgerðir sem tengjast því. Forvarnir, þar erum við að horfa til alls samfélagsins, því allt samfélagið þetta tekur þátt í því að koma í veg fyrir heimilisleysi. Það er engin ein aðgerð sem er að því, það er bara hvernig við tryggjum við jöfnuð og jafnrétti í samfélaginu og fólk finnir sín stað og sína styrkleika og vinnu og finna að þessi vænst að þau taki þátt. En við höfum líka verið að horfa mikið á barnaverndarkerfið og þau börn sem eru þar, því við höfum séð að það ákveðnir áhættuþættir og það fleiri áhættuþættir, fólk sem að nota vímuefni og annað og við munum líka fara með svona styrkleikar forvarnir. Starfsfólk, það mikil starfsmannavelta hjá okkur tengt þessum hóp. Það kannski ekkert skrítið og kannski ekki endilega vont, en við viljum samt tryggja að það sé gott að vera starfsmann hjá Reykjavíkurborg sem að sinna þessari þjónustu og það kom ekkert síður frá notendum að þetta væri mikilvægt, að við verðum að tryggja öryggi og ánægju starfsfólks. Og við setjum það hreinlega sem meginmarkmið í stefnunni að efla þetta samstarf við stjórnvöld af því að það er svo margt þarna sem að þarf að gerast sem að við getum ekki gert. Við erum til dæmis með vettvangs- og ráðgjafarteymi sem fer inn og sem að þjónustur alla sem vilja í Reykjavík sem að þurfa á þeirra þjónustu að halda en þau geta ekki veitt heilbrigðisþjónustu. En hana og það væri svo frábært við gætum einhvern veginn veitt hana líka á vettvangi á þeim stað sem hann er.
Og okkur vantar meiri þekkingu, okkur vantar meiri rannsóknir og eitt af þessu sem við vorum að tala hérna í síðasta punktinum var akkurat það að við myndum vilja vekja athygli á alþjóðadegi heimilislausra sem við höfum aldrei gert það, þannig til hamingju við það og daginn. Og við fengum alveg strax spurningar viljið það, þið eru ekki bara að vekja athygli á vandamálinu og þið eru ekki alltaf að standa ykkur og það ekki nóg gott og það auðvitað, þetta fjallar ekki einhver sé ekki að standa sig, hvorki við eða einhver annan. Þetta er mikilvægt samfélagslegt verkefni sem við erum öll í og við erum líka að sýna þeim virðingu sem þarna eru stödd núna að sýna að við stöndum með þeim. Aðgerðaáætlunin svo byggð á þessum yfirmarkmiðum og ég ætla alls ekki að lesa þetta allt saman fyrir ykkur en ég ætla nefnilega að fá að skilja þetta eftir þannig að þeir sem vilja eiga geta fengið. En það sem sagt bara að vera stöðugt að meta þessa þörf á neyðarrýmum og fækka þeim leið og við getum því að við óskum þess innilega að við þurfum ekki mörg neyðarrými. Við erum að opna þetta nýja núna í október-nóvember. Það bara verið að standsetja. Það að enginn þurfa að dvelja lengi í neyðarhúsnæði, það auðvitað mikið verklega en það líka það að það sé til húsnæði sem getur tekið við þér og það sé til fólk sem getur þjónustað inn í það húsnæði. Því þó að húsnæði sé alltaf fyrst og þú þurfir ekki að uppfylla mikla krafir til þess að fá það, þá þarftu samt mjög oft stuðning til þess að geta aldrei heimili. Og það mismunandi hversu mikið stuðning maður þarf. En við höfum verið að fjölga íbúðum. Við erum að fá núna 20 smáhúsi til landsins fram að áramótum, munum við reyna að koma þeim fyrir. Og við erum að opna núna íbúðakjarna fyrir tvígældakonur, eitthvað sem við höfum lengi beðið eftir og erum að opna núna mjög fljótlega. Síðan ég á eftir í Borgarráði líka með tillögu það að bjóða út rekstur á Víðinesi. Við ætlum að byrja einhvern hugmyndir það hvernig við getum rekið gott áfangaheimili fyrir fólk sem í bata. Það eitt af því sem við sáum að það vantar. Og þar höfum við svolítið til þess hvernig barkasamtökin sem við höfum verið að vinna með sem hafa veitt pólskumælandi íbúum þjónustu hafa verið að vinna þau hafa skapað heimili og tryggt umhverfi fyrir fólk sem bata til þess að bara efla færni sína og getu. Við erum búin að tala margt þessu. Það auðvitað þetta vorteymið sem að vinna alveg frábært starf og ef við þekkið það ekki þá getum við heimsótt þau eða rætt hana Hrafnhildi Ólöfu sem hérna sem að síðan það. Þau eru auðvitað í daglegum tengslum og daglega veita þessa þjónustu sem svo ótrúlega mikilvægt. En allt þetta samtal og samráð og kerfin og við séum fagmennska og við séum efnaborðanir, þetta skiptir allt máli. Og við séum alltaf að mæta notendum sem jafningum og tilgangurinn með þessu öllu eru þau. Þannig að, og það ekkert svo flókið að setja sig endilega í þeirra spor. Ég held að mjög margir Íslendingar þekki eða í ættingja sem hefur verið heimilislaus og við vitum öll að við getum öll verið í þessum sporum. Þetta bara spurning hvernig lífið manns raðast upp. Forvarnir og samfélagi, þarna erum við sérstaklega kannski mjög nefna þetta með börnin sem að koma barnaverndarkerfinu, þá sem kannski eru 18 ára og eiga ekki sterkt bakland. Að við sem samfélagi verðum þeirra bakland. Og það þetta mér ótrúlega vænt að segja. Í dag, þá erum við að sjálfsögðu, við erum ekki að finna upp hjólið núna. Við erum með húsnæðisáætlun. Og eins og þið sjáu, það eru heimilislausir hluta þeirri húsnæðisáætlun sem og Bjarg og sem og ódýrt húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og fleiri aðila. Við erum að gera mjög margt í dag og við þurfum að gera betur. En það samt mikilvægt að muna að Reykjavíkurborg ein og sér á þessu ári að nota 1200 milljónir í að þjónusta þennan málaflokk og við gerum það og við viljum gera það vel og við erum að bæta í og eftir að koma tillögur og félagar mínir meirihlutanum eru algjörlega með mér í þessu. En það eru samt einhvers staðar mörk á því hvað sanngjarnt að útsvarsgreiðendur í Reykjavíkurborgi og hvenær eigum við að fara að veita þetta meira sem heild og sem ríkis eða fleiri sveitarfélög eða skiljiði. En við þurfum líka að taka þá umræðu án þess að nokkuð náttúrulega Reykjavík sé að vísa vandanum frá sér að segjast ekki fyrir ábyrgð á sig. Já, auðvitað eigum við stærstan hópinn af fólki, en það eru engu síður kannski
ég held að sé 40% af gistinóttum í til dæmis konukoti sem eru konur sem eru ekki sveitarfélagi Reykjavík sem samastað. Og það getur líka verið aukið á álag og áhyggjur fólks að geta ekki leitað í þjónustu í sínu sveitarfélagi. Það þurfa að fara til Reykjavíkur kannski langt frá sínum ástæðum til þess að sækja þjónustu. Þetta svona kannski yfirleitt það sem við höfum verið að gera nýtt á þessu ári því að þeir sem þekkja mig vita að ég á mjög erfitt með að bíða, þeir eru að gera aðgerðaáætlun, ég vil að gera allt strax og við þetta bara búið að rúlla svolítið áfram og það bara flott. Þetta svona það sem við höfum verið að gera núna, við höfum bætt líka verulega í styrk og Frú Ragnheiðar. Við erum í samstarfi við fjölda grasrótarsamtaka sem að gera alveg frábæra hluti og þess vegna líka langar okkur að prófa það með Víðinesið. Í staðan fyrir að Reykjavíkurborg færi og opni þarna nýtt áfangaheimili sem að gera þetta í samstarfi við ykkur. Og allt þetta krefst vinnu og tíma. Þetta eru langtíma búseta. Við erum með þó nokkuð ennþá afar langtíma búseta, þannig það ekki eitthvað nýtt sem við erum að gera, en við erum samt mjög stolt af því. Og eins áfangaheimili, það 131 rými í áfangaheimili, við erum að sjálfsögðu ekki reka þau, en við erum að styrkja þau og það þessi neyðarrými. Það lokum langar mig bara að segja að þó sem ég að tala heimilislausa sem ótrúlega mikilvægur hópur og eitt af því sem að kom út úr samstarfi okkar við notendur var að við tölum ekki lengur utangarðsfólk og það var meðal annars Garðar sem hérna staddur, þannig að ég segi nafnið því sem að sagði það að hann varst það mjög óþægilegt orð. Það væri svona eins og maður fengi ekki að vera í sama kirkjugarði og hinir og ég fór að googla þetta og það var rétt og þannig að ég nota ekki lengur það orð. Þá erum við í rauninni bara að tala samfélagið okkar allt og þetta allt saman tengt og við getum gert betur. Ég held að við getum lært mikið á Finnlandi. Ég fór þar í síðustu viku. Þeirra kröfur eru á mörgu leyti mjög ólíkar okkur en á mörgu leyti mjög líkar. Það eina landið í Evrópu sem heimilislausum hefur að fækka, þannig að eðlilega horfum við þangað. Og þetta samfélagslegt vandamál. Heimilislausum að fjölga í Vestur-Evrópu. Það eitthvað í samfélagsgerðinni okkar, eitthvað í hraðanum okkar, eitthvað í hvernig við erum að koma fram í hvort annað sem gerir það verkum að fleira og fleira fólki líði eins og þessi ekki þáttakandi í samfélaginu. Og það kannski stóra verk. Takk fyrir mig.